Jesús að þú ert nálægt okkur, Drottinn. Takk, Jesús, að við megum lofa því í dag með lofgjörð okkar, Drottinn, sem stígur upp til þín, Drottinn. Halleluja. Halleluja. Who am I that the highest King would welcome me? I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the Son sets free, oh, is free. Ransom me, his grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, he died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, in my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I'm a chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Jesus. Hallelujah. I'm a chosen, not forsaken. I am who you say I am.
þér, drottinn. Ó, takk, Jesús, að þú ert með pláss fyrir okkur, drottinn, hvert og eitt okkar, drottinn. Ó, þú elskar í lofgjörðum, drottinn, að við lofum þig, heilagi Faðir. Ó, halleluja, ó, halleluja. Ó, takk, Jesús. Halleluja. Ó, halleluja. Halleluja. Takk, Jesús. Ó, Jesús. Everything else can wait. I've come to seek your face. So everything else can wait. I'm here for you. I want to just be here at your feet. Just be here on my knees. Here in your presence I am complete. Jesus, you're all that I need. Everything else can wait. I've come to seek your face. So everything else can wait. I'm here for you. I want to just be here at your feet. Just be here on my knees. Here in your presence I am complete. Jesus, you're all that I need. There's nothing I want more. There's nothing matters more. There's nothing I want more. There's nothing matters more. There's nothing I want more. There's nothing matters more. There's nothing I want more. There's nothing matters more. I just be here at your feet. Just be here on my knees. Here in your presence I am complete. Jesus, you're all that I need. I just be here on my feet. Just be here on my knees. Here in your presence I am complete. Jesus, you're all that I need. I just be here at your feet. Just be here on my knees. Here in your presence I am complete. Jesus, you're all that I need. Syngjum þetta einu sinni. I just be here at your feet. Just be here on my knees. Here in your presence I am complete. Jesus, you're all that I need. Jesus, you're all that I need.
Jesús að við erum fætur þínar. Takk Jesús. Takk Jesús að þú ert allt sem við þörfnumst. Við þurfum ekki meira Drottinn. Þurfum bara í nærveru þína heilagi Faðir. Og ég lofa þér fyrir það Drottinn að fá að vera í nærveru þinni Jesús. Just be here at your feet. Syngjum þetta saman. Just be here on my knees. Here in your presence, I am complete. Jesus, you're all that I need. Halleluja. Amen. Ó, takk Jesús. Takk Jesús. Komið að sæl blessuð í heilsingul í Jesú nafni. Og kveikja hérna á þessari græju. Það að gera. Þetta mjút þarna efst. Mjút er á líka, já. Þetta það. Þá er búið að taka það og þá kannski heyrist í öllum græjum í mér. En við erum að fá að þakka fyrir að vera hérna með ykkur í dag og hérna. Nei. En á neðra. Þannig ofar, eða eitthvað svoleiðis. Ég er að tala meira niðurlútur heldur en svona narreistur. Svona niðurlútur. Það er kveikt á mér, ekki? Já, það var búið að koma ljós hérna, sko. Við skulum Ljós fá er tækni á oft, þetta. sko, já. Þetta er allt á sko. Já, Batterinn í, já. ljósið á. Já. Þetta á að vera klárt. Já. Haltu bara það. Ég held að það er ótrúður áfram. En áður en ég fæ ykkur til að hugleiða hérna svolítið orðin með mér, þá langar mig til þess að gefa ykkur smá vitnisburð. En það var búið að koma fram, ég er Tjallandsli Þorsteinsson og ég bý á Laugum eða rétt hjá Laugum í Reykjadal. Og ég þarf ekki að opna munninn og tala lengi til að þetta sé í sig norðanmaður. En ég alinn upp á Akureyri og sem ungu drengur þá báðu foreldrar mín í bænum með mér og ég var svo langsamur á föðurbróður minn, sótti mig alltaf á jeppanum og tók mig með sér í sunnudagsskólann og sinnti trúaruppeldi mínu líka ásamt foreldrum mínum. Hann hét Bogi og oft kenndur við Ástjörn og ég fór síðan til hans á sumrin, dvaldi þar á sumrin, ég var reyndar með mikla heimþrá svo ég skældi á hverju kvöldi og hefði farið heim ef mamma hefði vitað hvað ég skældi mikið. En ég lærði orðið og fór þó að vinna með honum þegar ég var núlingur og þá var það þegar ég var úlingur, já það var 35 ár síðan, að þá fann ég að ég þráði að eignast það sem að ég átti ekki, en ég sá í kringum mig og sá hjá vinum mínum og ég spurði Guð af hverju ég ætti þetta ekki og kvöld eitt þá snert hann við mér og ég fann nærveru hans og ég fann að Jesús Kristur var nálægur mér og hann elskaði mig og þess vegna er ég hans barn, það var ekki aftur snúið og eins og við vorum að syngja, ég er Guðs barn, ég er Jesú barn, ég er sonur hans, ég er barn Guðs og fylgji honum og hef fylgt honum síðan og aldrei verið nokkur ástæð til að líta tilbaka, snúa við eða hverfa frá þeirri braut. Og ég er komin hingað til ykkar í dag til að deila með ykkur orðinu líka aðeins til að kynna mína þjónustu í Guðs ríki og ég ætla ekki að kannski hafa þá sögu of langa, hún er samt svolítið löng.
að segja, svona bakgrunnurinn. En ég var svo lánsamur að eignast mjög góða konu. Ég þurfti reyndar að fá biblíuskóla til þess að ég fór á biblíuskóla og þegar starfsfólki á biblíuskólanum var að biðja fyrir öllum nemendunum sem voru á væntanlegir, þá kom orð Guðs til þeirra varðandi alla nemendurnar og starfshópurinn fekk orð Guðs varðandi þennan nemenda sem var að koma á biblíuskólanum. Þessi maður mun fá konu mjög fljótt núna. Það var alveg rétt því að hún var þarna í hópnum á biblíuskólanum, þannig ég kynntist henni þar og við giftum okkur og stórkostlegt að Guð leiddi okkur saman og bæði með trú á Jesú Krist og hún með sinn bakgrunn og ég með minn. Og eitt af því sem hún færði inn í okkar hjónaband úr sínum bakgrunn var, kemur tæknimaðurinn og leika að fá fiktækara í honum, var að því að hún kom frá öðru landi, að hún kom með bók frá sínu heimalandi sem var gefin út þar til svona heimilisguðrækni. Og til daglegs heimilistrúar, ég heyri sjálfum mér bók sem að kristnir einstaklingar í kristnu samfélagi höfðu byrjað að gefa út til að seimila heimilisguðrækni. Og það var þannig að það var hópur trúara sem hafði safnað saman í þorp og bjuggu saman og áttu gott samfélag og þau hittust til morgun og kvöld bæna eða til tíðasöngs á hverjum degi. En það gátu ekki allir komið í Guðs hús kvölds og morgna á hverjum degi. Það voru ýmsir sem ekki komust sökum þess að þeir voru sjúkir, voru rúmliggjandi eða gátu ekki komið til helgihaldsins. Og þeir hugsuðu, þetta fólk þarf líka að fá orðið, það þarf líka að geta byggt sig upp og verið í orðinu og fengið einhverja næringu. Svo þeir byrjuðu að taka til svona eins og daglegan biblíu svona orð og bera út í húsin í þorpinu. Sérstaklega þar sem þau vissu að fólk var sem ekki gat komið og ekki myndi vera með þeim kvölds og morgna. Og þetta gerðu þau í 3 ár og síðan hugsuðu, þetta er náttúrulega bara svo gott, við bara alveg nauðsynlegt að allir fái svona hverjum degi, en við þurfum kannski ekki að vera berandi þetta út á hverjum degi, við bara setjum þetta saman í bók og gefum bara ein bók á ári. Svo þau bara settu þetta saman í bók og gáfu út og fyrsta bókin kom út árið 1731. Og síðan þá hefur komið út bók á hverju einasta ári. Þetta verða 300 ár. Og þetta byrjaði í heimalandi kona minnar í Þýskalandi og hún ólst upp þekkjandi þessa litlu bók sem er til á heimili nánast hvers einasta kristins manns í flestum kirkjudeildum í hennar heimalandi. Metsölubók í hennar heimalandi. Og hún gefin út í dag á yfir 50 tungumálum út allan heim og hefur víða til dæmis verið fyrsta bókin sem hefur verið prentuð í tengslum við starf kristniboða. Þegar kristniboðar hafa komið, þá hafa þeir kynnst og lært tungumál frumbyggja sem ekki eiga sér ritmál. Svo hjálpa kristniboðarnir til við að búa til ritmálið, fara að þýða biblíuna á þetta tungumál sem hefur ekki verið til ritað áður. En verkið að gefa út alla biblíuna of mikið stórvirki til að gera strax. En það hægt að gefa út svona litla bók með biblíuversum fyrir hvern dag. Og þannig hefur það sumstar orðið fyrsta bókin sem hefur verið rituð á, eða eina fyrstu bókunum sem hefur verið rituð á tungumáli sem ekki hefur verið til ritmál fyrir áður. Og þannig hafa sumir lært að lesa með þessari bók. Og við lásum úr þessari bók heima og lesum, en okkur fannst Guð kalla okkur til þess að þessi bók þyrfti líka að koma út á íslensku. Svo að árið svona í kringum 2000 þá förum við að huga að því að þetta geti orðið okkar þjónusta. Okkur langir til þess að gefa þessa bók út líka á íslensku. Og 2006 eða árið 2005 undirbúum við og gefum út árganginn fyrir 2006 sem fyrsti árgangurinn sem kemur út á íslensku og það vill reyndar svo til að það var akkurat 50. tungumálið sem að bókin kom þá út á. Og þess vegna ég komin hérna, ég með nokkur eintök hérna frammi til að gefa af árinu sem að verða búið og svo ég með þá til sölu hérna bækur af árganginu sem byrjar bráðum 2022 sem þá 17. árgangur
þessara bókar á íslensku. Hvað sér hana? Og við seljum á 2000 kall og þar af innifalin sölulönd í kirkjunum hérna. Þannig ég ætla ekki að lækka verðið til ykkar, ég ætla að hafa bara 2000 kall, svo ætla ég að láta hluta því hérna til kirkjunar hér. Þannig að hérna, það sé svona bara venjulegt verð en hluti fer til að styrkja ykkur hérna líka á ykkar safnaðastarf. En bókinni þannig byggð upp að það eru 2 vers fyrir hver dag og stuttur sálmur. En við getum bara að skoða hana frammi og eftir og þið megið taka ykkur hérna eintakt gjöf hérna til að það er nú alveg rúmur mánuður eftir til að prófa að nota á þessu ári og við getum spjalla meir þessa bók á eftir bara frammi. En hérna, mér langar að nota tíman hérna nú til að fá ykkur til að hugleiða úr orðinu svolítið með mér. Og það er 15. kafli eða úr 15. kafla Lúkasarguðspjalls. Þar eru 3 dæmisögur sem Jesús segir og það sem er týnt eða það sem er stundum líka sagt glatað. Það er nú síðasta sagan sem stundum er kölluð, hún sé sagan glataða soninn og er sjálfsagt ein af allra þekktustu dæmisögum Jesú og margar auðvitað predikanir verið fluttar og margar hugleiðingar og bækur verið skrifaðar þá hugleiðingu og margar sjálfsagt betri en þú svo hugleiðing sem ég fer með ykkur hérna í dag. En ég hef nú alltaf hugsað til þess að tala glataða soninn. Þetta er reyndar ekki saga glataðan son, heldur týndan son, en hérna sagan er svo vel þekkt að þegar að skáti einn norður á Akureyri ætlaði fyrir mörgum áratugum síðan að lesa á skátafundi. Þetta var á þeim tíma sem skátarnir voru ennþá mun tengdar í kristintrú heldur eru í dag. Hann átti að lesa á skátafundi upp úr bréfi Páls postula til Galatamanna. Þá sagði hann ætlaði að lesa úr glataðabréfinu. Og það var náttúrulega bara stórkostlegt, það var þá fundið og var þetta sjást fyrsti lesturinn úr glataðabréfinu. En ég ætla að horfa svolítið á söguna af týnda syninum. En á undan eru þetta 2 sögur af konu eða af týndum sauð, manni sem á marga sauði en hann týnir einum og fer að leita á honum. Og svo af konu sem á nú ekki mikið, hún á 10 drökmur og týnir einni, en hún gerir allt til að leita henni og finna hann aftur. En svo hefst sagan í 11. versi af þessum 2 sonum. En sagði Jesús, maður nokkur átti 2 sonu. Sá yngri þeirra sagði við föður sinn, faðir, lát mig fá þá hluta eignanna sem mér ber. Og faðirinn skipti með þeim eignum sínum. Og það erfðarétturinn á þessum tíma í Ísrael var þá að eldri sonurinn átti að fá 2/3 og svo yngri 1/3. Þannig að hann fekk 1/3 af öllum eigum föðurins. Fáum dögum síðar kom yngri sonurinn eigum sínum í verð og fór burt í fjarlægt land. Þar sóaði hann fé sínu í óhófsömum lifnaði. En hafði öllu eitt, var mikill hungur í því landi og hann tók að líða skort. Fór hann þá og settist upp hjá manni einum í því landi. Sá sendi hann út á lendur sínar að gæta svína. Hafið í huga að svína voru óhrein dýr í augum gyðinga. Það er ekki hægt að leggjast neðar. Og hefði hann fegin viljað seðja sig á drafinu svínin átu en enginn gaf honum. En nú kom hann til sjálfsins og sagði, hve margir eru daglaunamenn föður míns og hafa gnægð matar, en ég ferst hér úr hungri. Nú tek ég mig upp, fer til föður míns og segi við hann, faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég ekki framar verður að heita sonur þinn, lát mig vera sem einn af daglaunamönnum þínum. Og hann tók sig upp og fór til föður síns, en hann var enn langt í burtu, sá faðir hans hann og kenndi í brjóstum hann, hljóp og féll hálsónum og kyssti hann. En sonurinn sagði við hann, faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér,
Ég er ekki framar verður að heita sonur þinn. Þá sagði faðir hans við þjóna sína, komið fljótt með hina bestu skikki og færið hann í, dragið hring á hönd hans og skó á fætur honum. Sækið og alíkálfin og slátið, við skulum eta og gera okkur glaðan dag, því að þessi sonur minn var dauður og er lifnaður aftur. Hann var týndur og er fundinn. Tóku menn nú að gera sér glaðan dag. En eldri sonur hans var á akri. Þegar hann kom og nálgaðist húsi, heyrði hann að hljóðfaraslátt og dans. Hann kallaði á einn piltana og spurði hvað væri að vera. Hann svaraði, bróðir þinn er kominn og faðir þinn hefur slátrað alíkálfinum af því að hann heimti hann heilan heim. Þá reiddist eldri bróðirinn og vildi ekki fara inn. En faðir hans fór út og bað hann að koma. En hann svaraði föður sínum, nú er ég búinn að þjóna þér öll þessi ár og hef aldrei breytt út af boðum þínum og mér hefur þú aldrei gefið kyrling að ég gæti glatt mig með vinum mínum. En þegar hann kemur, þessi sonur þinn sem hefur sóað eigum þínum með skækjum, þá slátrar þú alíkálfinum fyrir hann. Faðirinn sagði þá við hann, barnið mitt, þú ert alltaf hjá mér og allt mitt er þitt. En nú var það að halda hátíð og fagna, því að hann bróðir þinn, sem var dauður, er lifnaður aftur, hann var týndur og er fundinn. Já, þið þekkið sjálfsagt öll þessa sögu mjög vel. Hún er mjög vel þekkt. Hún er líka tengd við margt og hún er vel þekkt líka, eða það er vel þekkt líka listaverkið sem Rembrandt hefur gert af heimkomu týnda sonarins og er margt sem talar í gegnum það verk. Og oft er dæmisagan tengd við iðrunina sem að við höfum var Snorri minntist hérna áðan, við þurfum að iðrast. Og vissulega iðraði sonurinn og hugsaði með sér að hann hefði það nú betra sem daglaunamaður hjá föður sínum, heldur en að gæta svína. En mér finnst þó sagan fyrst og fremst, og hún er auðvitað sett upp sem dæmisaga til að gefa okkur dæmi um gæsku Guðs. Hvað Guð er góður. Og hvað hann mætir okkur allar miklu gæsku og kærleika. Og það er jú gæska Guðs sem leiðir okkur til iðrunar. Og við þurfum því að mæta þessari gæsku og þessum kærleika og þess vegna sagði Jesús þessa dæmisögu til þess að reyna að fá áheyrendur sína á þessum stað og okkur öll sem lesum þessa sögu síðan að átta okkur á hver gæska Guðs er og hvernig Guð mætir okkur. Og setur því upp þessar geysilegu andstæður í dæmisögunni. Sonurinn, hversu lágt leggst hann? Já, eins lágt eins og hugsast getur. Hann er að gæta svína og hann velti því fyrir sér að éta fóður svínana. Hann er allslaus og hann er einskis virði og hann er kominn mjög lágt. Og oft er þessi saga, ég veit hún er líka því oft notuð í tengslum við þá sem er að fara í gegnum bata-kerfi eða í 12-spora kerfinu eða í AA, þá er jú sá sem að lendir á botninum, hann þarf að kynnast gæsku Guðs og leiðin liggur upp á við. En í dæmisögunni er oft líka litið til eldri sonarins sem að hafði gleymt þeirri gæsku Guðs sem hann bjó við. Hann bjó í húsi Guðs. Hann bjó hjá föðurnum. Og allt faðarins var hans í rauninni. Hann átti allt.
En hann hafði gleymt í hver hann var og hvar hann bjó og hversu miklar gæsku hann naut og hvað hann var ríkur, hvað hann naut ríkulega blessunar Guðs. Og hann gerði kannski meira en það, vegna þess að hann var ekki bara búinn að gleyma gæsku Guðs, hann horfði líka löngunar augum út í heiminn. Gætir ekki aðeins öfundar þarna gagnvart yngri bróðurinn? Ekki bara var hann búinn að gleyma því hvað hann naut mikillar blessunar að búa og vera í húsi Guðs, hann líka horfði gildar og löngunar augum út í heiminn. Hann var að fara á missi svo margt. Var öfund gagnvart yngri bróðurnum. Hann hefði getað farið út og notið lífsins. Ég er ekkert að njóta lífsins. Ég fer á missi svo margt. Af því að ég glata svo miklu við það að vera að fylgja öllum boðum föðursins. Skoðum huga okkar. Leynist í huga okkar eitthvað í þessa veru? Erum við í húsi Guðs og í húsi föðurins, tilheyrum hjörð hans og eigum allt og búum við gæsku og blessun í lífi okkar, en horfum með löngunar augum á sama tíma út í heiminn og höldum að þar sé einhver glys og glans sem við erum að fara mis við. Eitthvað í partílífinu sem að yngri bróðurinn hafði fengið að njóta sem að eldri öfundar hann af? Þessi dæmisaga hefur líka talað til mín aðeins, ekki bara út frá þessum þáttum sem ég er búinn að fara í gegnum sem að nú svona þetta það hefðbundna sem við þekkjum og höfum ábyggilega íhugað oft áður og heyrt talað frá út frá þessari sögu. En þetta er vissulega auðvitað dæmisaga. Dæmisaga gæsku Guðs, fyrst og fremst. Hvernig hann mætir okkur og hvernig hann elskar okkur og hvernig hann tekur á móti okkur. Og myndin er sterk sem settur upp. Þegar hann kemur tilbaka, trötralegur og af botninum týndi sonurinn, hann fær skikkju, hann fær skó á fætur. Það voru engir vinnumenn og þrælar og gengu ekki í skóm, það voru húsherrarnir. Hann fær hring á fingur sem er merki valdstöðu. Það voru bara valdamenn sem gengu með hring. Þeir voru svona sýndu vald. Og skikkjan var hefðara klæði. Og þannig tekur föðurinn á móti hverjum þeim sem kemur í hans hús og leitar til hans og iðrast. En mér langar aðeins að fara með ykkur í smá svona hugleiðingar og vangaveltur, sko. Ef þetta væri ekki dæmisaga, þetta væri bara saga af fólki. Þetta svona lag gæti gerst, jú, þetta er bara svona venjulegt fólk og það er hérna faðir og hann á 2 syni og hann er að fer og svo kemur hinn tilbaka og kemur hann tilbaka og hvernig lítur þetta þá út? Og hvaða svona getum við séð fyrir okkur í þessum samskiptum bara svona á milli fólks? Og þannig hef ég reynt svona að spegla mig svolítið í öllum persónum sögunar. Og það er í tengslu við það sem ég hef verið að velta fyrir mér. Og það er þetta að þegar ég kem til Guðs og krýp frammi fyrir honum og iðrast, þá þurrkar hann út allar mínar syndir gagnvart sér og ég er réttlátur í hans augum. En syndin hefur afleiðingar og hún hefur afleiðingar líka í samskiptum mínum við annað fólk
og það verður ekki svo auðveldlega þurrkað út. Ég bregst öðru fólki og það hefur áhrif og afleiðingar á þeirra líf. Og hvað á ég að gera við það? Hvað get ég gert við því? Ef ég horfa á sjálf mig og líti á sjálf mig sem föðurinn í sögunni. Ég er faðir, ég á 4 börn sem ég valið upp, ég á barnabörn og maður vill alltaf auðvitað að börnin manns verði föðurbetrungar, ekki satt? Þau verði betri en maður er sjálfur. Maður leggur allt í þau. En ég sé líka leið á lífið þeirra og þau sem eru að fást við að þau eru ekki fullkomin líf og þau eru ekki fullkomin á allan hátt. Og margt í þeirra ófullkomnun eru að því að ég hef á vissan hátt brugðist þeim. Skildi faðirinn í sögunni týnda soninn, hvað skildi hann hugsa þegar yngri sonurinn kom og vildi fá arfinn sinn? Skildi hann ekki hugsa, hvernig hef ég brugðist syninum? Hann vill ekki vera hér hjá mér. Hann horfir á heiminn og eitthvað annað úti sé betra. En sem gott foreldri þá gerir maður sér grein fyrir, maður þarf að sleppa börnunum sínum. Og hann gerði vel, hann sleppti syni sínum, hann leyfði honum að fara. En það var ábyggilega ekki auðvelt. Við þurfum að sleppa börnunum okkar, treysta þeim og leyfa þeim að fara út í heiminn og við vitum að þau eru ekki með fullkomið veganesti og við höfum kannski einhvern veginn brugðist þeim og þeim verður á og þau hrasa og þessi faðir, hann beið og hann horfði eftir og beið hann að kæmi tilbaka. Hann var líka tilbúinn þegar hann kom tilbaka. Og það er líka hlutverk sem foreldri, það er að vera tilbúinn þegar barnið kemur tilbaka, húsið sé opið og taka á móti, jafnvel þó þeim hafi orðið á. Og kannski hugsar faðirinn líka hann hafi brugðist eldri syninum. Hann var alltaf heima, hann var í húsi föðurins og hann naut þess og var alltaf góður sonur og gerði það sem faðirinn ætlaðist til af honum. En hann hafði samt mist sjónar af því að hver hann var og hverja blessunar hann naut. Faðirinn hefur kannski fundið til ákveðna sektarkenndar þar. Hann hafði ekki gert eldri sínum það ljóst hverja blessunar hann naut. Ég spegla mig í sonunum, báðum. Og sé hvernig ég hef brugðist föðurnum Guði föður og þarf að iðrast og hvernig ég má ekki gleyma þeirri blessun sem ég lifi við á hverjum degi. En hvað getur maður gert? Ég hef aðeins velti fyrir mér, ef þetta væri ekki dæmisaga af fólki, þá væri eitthvað framhald. Hvernig væri framhaldið af þessari sögu? Jó, framhaldið er náttúrulega stórkostlegt fyrir yngri soninn að koma heim og fá þessar glæsilegu móttökur og að vera tekin rauninni aftur inn í fjölskylduna. En hvernig verða þessi daglegu samskipti í fjölskyldunni? Hvernig mun þessi fjölskylda, ég ætla alltaf að fá að sletta, fungera áfram? Hvernig mun hún fungera? Hvernig mun hún virka? Hvernig mun hún líta út? Hvernig lítur heimilislífið út? Hvernig lítur það út síðan þegar faðirinn deyr? Yngri sonurinn á í rauninni allt, erfir allt, hans er allt. Hvað verður yngri soninn? Hvernig mun samskipti þeirra halda áfram? Mun sá eldri henda þeim yngri út? Mun hann gera hann sínum vinnumanni? Eða mun hann deila arfi sínum með bróður sínum?
sem hann öfundaðist kannski aðeins út í? Mun öfundin alltaf lita þeirra samskipti? Eða fyrirlitningin? Eða mun bróðurinn geta fyrirgefið bróður sín? Það svo margt sem að mér finnst við maður geta leitt hugan að og skoðað. Og Jesús segir að við eigum að fyrirgefa bróður okkar. Ekki bara einu sinni eða tvisvar. Og það nauðsynlegt að fyrirgefa fyrir mann sjálfan. Og þannig hef ég reynt að lifa að fyrirgefa þeim sem hafa brotið á mér, sem hafa komið þannig fram við mig að ég hef liðið fyrir það, hvernig þeir hafa komið fram við mig. Ég hef fyrirgefið þeim. En svo þarf ég áfram að eiga samskipti. Og það er ekki alltaf sem að sá sem ég fyrirgef, hann iðrast ekki alltaf. Hann hættir hérna ekki alltaf að breyta eins og hann breytir. Sumum tilfellum get ég hætt að eiga samskipti við viðkomandi, í öðru tilfellum get ég það ekki. Til dæmis innan fjölskyldu, þá er erfitt að hætta að hafa samskipti, það þarf mikið að ganga á til þess. Og þau hefur spurning mín og vangavelta sem ég hef verið með og mér langar aðeins að deila hérna með ykkur. Verið þessi, hvað get ég gert? Hvað get ég gert? Hvernig held ég samskiptunum áfram? Í báðum þessum tilfellum, eða báðum þessum dæmum sem ég hef nefnt, annars vegar sko, í þessu tilfelli þegar einhver sem ég þarf að umgangast áfram er alltaf að gera eitthvað á minn hlut, eða hefur gert eitthvað á minn hlut, ég hef fyrirgefið honum, hann hefur ekkert iðrast, hann hefur ekkert breyst, og breytnin er jafnvel ennþá til staðar. Hvernig geta samskiptin haldið áfram? Og svo ekki síður í þessu hináttina, ég hef gert ýmislegt á hlut annara. Ég hef brugðist og ég bregst á hverjum degi fólkinu í kringum mig. Af því ég er ófullkominn maður. Ég bregst konunum minni, börnunum mínum, foreldrum mínum, systkinum mínum, vinum mínum. Ég bregst þeim. Og hvernig á ég og hvað get ég gert? Sérstaklega þegar ég horfi upp á að það, hvernig ég hef brugðist, kemur niður á ástunum mínum. Þeir líða fyrir syndir mínar. Það er nefnilega þannig. Það líða aðrir fyrir mínar syndir. Ekki bara ég sjálfur. Og þó við eigum alltaf vísa náð og fyrirgefningu Guðs. Við eigum alltaf vísa náð og fyrirgefningu Guðs. Ef þú hefur syndgað gagnvart Guði og finnur í hjarta þínu að þú hefur brugðist honum, getur þú alltaf komið og vænst þessarar móttöku. Gæsku hans miskunnar og náð. Og geymdu ekki og hikaðu ekki við að koma til hans með það sem á þér hvílir. Því hann tekur á móti þér í fyrirgefningu og náð. En hvert er verkefni mitt og hvað get ég gert varðandi það að ég hef brugðist og aðrir líða fyrir syndir mínar? Og ég hef leitað í ritningunum og ég veit ekki hvort ég er komin með lokasvarið eða hvert það er. Og ég held, það er engin patentlausn við þessari spurningu minni. En ég hef þó bara fundið eina leið og rauninni bara eitt ráð sem ég reyni að fylgja og eitt sem ég get gert. Ég get beðið fyrir þeim. Og því er það verkefni mitt
sem kristins manns sem gerir sér grein fyrir því að mínar syndir koma ekki bara niður á mér, heldur líka á þeim sem í kringum eru og mínum nánustu, er að fela þau Guði. Vegna þess að eina leiðin fyrir þau til að komast undan því sem að syndir mína hafi í för með líf þeirra, er að þau finni líka Jesú. Er að þau finni líka leiðina til Jesú. Því að bara þar er lækningu og huggun að fá. Bara þar er lækningu og huggun að fá. Ég veit ekki með ykkur, en ég kemst ekki hjá því að fella tár og komast við. En ég hugsa gæsku Guðs. Þessi gæska og kærleikur hans þarf að mæta einum og sér hverjum. Ég var lánsamur. Hann mætti mér fyrir 35 árum síðan. Og það var gæska Guðs sem leiddi mig til iðrunar. Þegar ég fann þennan óumræðilega kærleika og ást til hans og efaðist ekki hann elskaði mig, að hann tæki við mér. Ekki af því að ég var verður þess. Ekki af því að ég hafði verið svo lánsamur að vera alinn upp í einhvers konar kristnu umhverfi og var honum eitthvað þá þóknanlegur. Ég hafði engan átt unni til þess. Ég laut það fyrir náð. Fyrir náð tók Jesús Kristus við mér og fyrir náð tekur hann á móti hverjum og einum. Og það er þessi gæska Guðs sem mætti þessum týnda syni sem hann leiðir til iðrunar. Og þessi gæska Guðs sem allir þurfa að finna. Og ef þú ert hér eða heyrir þennan boðskap, þá þarf þú kannski eins og týndi sonurinn að taka fyrsta skrefið og leggja á stað. Ég gerði það með einfaldri bæn. Ég spurði Guð, hvar ert þú? Hér er ég. Sem leiddi mig á vegferð í þá átt er kom að þeim punkti að Guð var þar og mætti mér og ég fann þessa annan ást og þessa annan kærleika. Og svo þurfum við að biðja fyrir hinum sem ekki gera sér grein fyrir að þeir þurfa á gæsku Guðs að halda. Eins og flest fólki í kringum okkur í samfélaginu. Þau búa í landi mikillar blessunar, þau búa við blessun og elsknæktir og góðu lífi og gera sér ekki grein fyrir að þau þurfa og þarfnast gæsku Guðs. Við þurfum að opna augu þeirra og við þurfum að bjóða fram þessa gæsku og sýna þennan kærleika og þessa miskunn og mæta þeim. Jafnvel þótt okkur finnist þau koma beint upp úr svínatróginu. Úr myrkustu kimum samfélagsins. Guð gef okkur öllum náð til þess. Amen. Þú Elías gæti spilað I love you Lord, syngjum gæsku Guðs. I love you Lord and your mercy never fails me. Hallelujah.
Þessi boðskapur snerti við mér. Ég nefnilega er, eins og ég sagði síðast og hefur sagt áður, akkurat í smá ströggli við eitt son minn. En ég hef ákveðið það að elska hann eins og hann er. Og það mistök sem hann hefur gert og gerir að sýna hann kærleika. Maður er ekkert alltaf sáttur sem foreldri. Alls ekki. En það er erfitt þegar börnin manns fara einhvern annan veg en maður er búin að leggja fyrir. En það er svo gott að geta hvílt í gæsku Guðs. Hann er alltaf til staðar. Skulum syngja saman Goodness of God. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up
Amen. Halleluja. Við þökkum Drottni fyrir yndislegt orð og góða samkomu. Mér langar að enda þessu samkomu með bæn og hann aðeins var að tala einmitt það sko, hvert svarið? Við vitum ekki endilega svarið á öllu. Hér framan á kirkjunni stendur Jesús Kristur svarið. Og við öllum þeim vandamálum sem við erum að tala þá hann lausnarinn. Og þegar við komum að þessu eina hugtaki, við hefum orðað svoleiðis, lausnarinn og svarið, þá svo mikilvægt að Kristur, hann fái skín í gegnum okkur. Þakka fyrir orðið Aðalsteinn og ég vona að þetta fái góðan meðbyr og góða blessun. Það er sagt frá týrensku konu eða sídonsku konunni sem kom til Jesú. Sagt frá þessi Mattheus 15 að hún bað bara að fá smá snertingu frá Jesú Kristi og Jesús sagði við henni að það hæfir ekki að taka mólana af borði gyðingana og gefa öðrum eða hundunum og þá sá hún bara já, við hundarnir við étum nú samt það sem fellur á gólfið og stundum predikarnir sem við erum með hérna, þær eru mólar frá Guði til okkar. Tökum mólana þó að þið falli í gólfið. Látum ekki bara hundana éta það bara sjálfir. Og með þessum orðum þá vil ég segja, tökum nú mólan og saminust í bæn og biðjum fyrir ykkur sjálf og biðjum þess að Drottinn, hann fá að vera með okkur. Þið eru með ykkur sjálf og ég með mig sjálfan, bara að við fáum að vera í hans hendi. Segjum við amen við því. Amen. Svo á eftir, þá eru biblíulestur 1:30. Við förum upp og fáum okkur kaffi. Þegar við erum búin að segja amen við bæninni og Hilmar ætlar svo að taka við 1:30. Drottinn, við þökkum þér yndislegi Herra fyrir góðsemi þína, gæsku og kærleika. Og við göngum fram fyrir þig. Drottinn, við ávörpum þig þar sem við erum. Drottinn, leystu þarfirnar okkar, kom þú inn því að þú ert svarið. Við bjóðum velkomin, þú fyrirgefur syndir, þú græðir mein, þú læknar sjúka og þú gerir okkur sjálfa heilbrigða. Ég bið fyrir Drottinn minn að það fár sem að ganga yfir Ísland með öllum þessum þungu ásökunum og kröfum og mistökum sem bæði kristnir og ekki kristnir hafa gert. Drottinn, mættu þjóðinu okkar. Svo í stað þess að við heyrum sakfellingar og þungar byrðar sem lagðar á fólk og menn missa orðstýrin hægri vinstri. Drottinn, að við megum varpa þessu til þín. Takt þú við syndum okkar, hreinsað okkur af þeim. Og nú þegar ný ríkisstjórn að taka við í landinu, Drottinn, við biðjum þeim skynsemi, visku og blessunar að þau megi beina sjónum sínum til þín, Drottinn minn. Út úr drafinu, frá svínastíunni, Drottinn minn, og upp í þinn himneska hátigna stól. Blessa sitt heilaga nafn og þakka fyrir að vera með okkur. Þú blessar hann Aðalsteinn, þú leifir orðinu, lykil orðinu fara Drottinn minn og verða landi og þjóð til blessunar. Í Jesú nafni, amen. Heyri amen við því. Drottinn bless ykkur, samverustundin lokið. Nú kaffistundin komin. Súpa uppi. Það ekki kaffi, það bara fyrir súpumenn, gjöru svo vel. Farið í frið og Drottinn bless ykkur. Þakka fyrir Aðalsteinn minn.